Síðasta dagskrárskýrsla bæjarstjóra, til máls tekur Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara aðeins yfir það helsta úr mínum störfum síðustu 2 vikunar. Í þar síðustu viku átti ég gott samtal við fulltrúa frá Sorgarmiðstöðinni sem eru að huga að því að auka þjónustu sína hér á Akureyri. Þennan sama dag var afmælisfagnaður vegna 5 ára starfsafmælis Bjarmahlíðar þolendamiðstöðvar á Akureyri. Og sú starfsemi hefur sannað gildi sitt, segi ég, og því miður, auðvitað myndi maður helst vilja að það þyrfti ekkit að hafa þessa þjónustu, en því miður er það svo. Þann dag endaði ég á að fylgjast með fiðringi á Norðurlandi sem er hæfileikakeppni grunnskóla og fór viðburðurinn fram í Hofi. Og það var ótrúlega magnað að sjá þessa kraftmiklu krakka og hvað þau eru flott og mögnuð á öllu leyti. Þetta er bara alveg stórkostleg hátíð sem ég mæli sannarlega með. Sunnudaginn 12. maí var undirritaður í listasafninu á Akureyri menningarsamningur við Lilju Alfreðsdóttur menningar- og viðskiptaráðherra og er samningurinn til 1 árs. Það sem má segja þetta er að það eru auðvitað alltaf gleðitíðindi þegar samningar eru í höfn og sérstaklega í þessu tilfelli. Og það sem er nú framundan er að rýna betur innihald samningsins og verður myndaður vinnuhópur sem mun skila af sér niðurstöðum og vonandi kemur út úr því betri samningur sem verður til lengri tíma og heldur en 1 árs. Og það er ráðuneytið sem mun vera með frumkvæðið og stýra þeirri vinnu og ég gerir ráð fyrir því að við fáum ósk þess efnis að tilnefna fulltrúa í þessa vinnu. Nú í byrjun síðustu viku átti ég góðan fund með sendurum Bandaríkjanna, Kanada og Finnlands og óskaplega gaman að hitta þessar góðu konur sem eru sendiherrar þessar ríkja hér á Íslandi. Í sömu viku þá heimsótti ég og sviðsstjórarnir mínir Hafnarfjarðarbæ og það sem við bárum saman bækur okkar við kollega okkar þar. Við fengum fræðslu og kynningu og þeirra helstu verkefnum og áskorunum og hvaða kerfi er verið að nota og hvernig þeir gera ýmislegt og við vorum svona að skoða hvað þeir eru að gera. Meðal annars hvernig Hafnfirðingar eru að bæta aðdráttarafl miðbæjarins og fleira í þeim dúr. Þetta var alveg sérstaklega góð heimsókn og það var líka gaman að sjá að við erum að standa okkur bara mjög vel í samanburði við sveitarfélag sem er töluvert stærra en við. Og ég vil bara nota þetta tækifæri og þakka þeim aftur fyrir frábæra móttökur. Það er gaman að eiga svona góðan vinabæ og við buðum þeim að koma og heimsækja okkur. Við skoðum einnig lífsgæðasetur Sankti Jó í Hafnarfirði sem er ótrúlega vel lukkað verkefni. En hlutverk þess er í grunninn að halda utan hóp fagfólks og samtaka sem vinna að því að auka lífsgæði fólks. Og þarna eru meðal annars Alzheimer samtökin og Parkinson samtökin með aðstöðu og eru svona kjölfestan í húsinu. En þarna eru sömuleiðis sjúkraþjálfarar, jógakennarar, ráðgjafar, sorgarmiðstöðin til dæmis og fleiri aðilar með aðstöðu og þetta er bara virkilega skemmtilegu staður og ég held að það væri nú gaman fyrir ykkur bæjarfulltrúana að fá að skoða hana. Þetta er sannarlega rós í hnappagat Hafnfirðinga. Hafnarfjarðarbær leggur til húsnæðið en meðal annars voru oddfellóar sem komu að endurbótum að húsnæðinu og það var sem sagt fyrirfram leiga fyrir Alzheimer og Parkinson samtökin sem þar var lögð fram. Nú seinni part 5. dagsins í síðustu viku var mér boðið á kynningu í Hofi á Driftea sem er ætlað að verða hreyfiafl frumkvæði og nýsköpunar og verður staðsett í gamla Landsbankahúsinu. Það verður gaman og spennandi að fylgjast með þessu verkefni að þróast á dafna og ég treysti þeim sem að verkefninu standa vel til góðra verka. Nú síðasta föstudag þá fengum við heimsókn hingað í Ráðhúsið frá Norðurþingi þar sem við sögðum þeim frá okkar starfsemi og
og þeim verkefni sem við erum að fást við. Og þann dag undirritaði 2 samninga annars vegar við Akureyraakademíuna og hins vegar samning allt að 1500 fermetra stækkun verknámsaðstöðu verkmenntaskólan á Akureyri. Og það alveg einstaklega gleðilegt að búið sé að festa næstu skref í þessu máli og þetta var skemmtilegur viðburður og góður og gaman að sjá hversu vel var mætt og hversu bara hvað margir sóttu þetta ekki einungis en að mennta- og barnamálaráðherra heldur líka fulltrúar samtaka iðnaðarins og launþega samtaka iðnaðarmanna og það var mjög gleðilegt að sjá það. Og í morgun þá var 3. vinnufundurinn lífsgæðakjarna og við eigum eftir að funda einu sinni fyrir sumarfrí og gerum svo ráð fyrir að skila okkur stefnu með skjali til bæjarstjórnar á haustdögum. Og við vorum sem sagt að fara yfir húsnæðiskönnun félags eldri borgara í morgun og bara mjög góðu fundur. En ég ætla að setja punktin hér og þakka fyrir mig. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 10. maí, bæjarráð 8. frá 8. og 16. maí, skipulagsráð frá 15. maí, umhverfis- og mannvirkjaráð 7. maí, velferðarráð 8. maí og þessar fundagerðir allar hægt að nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi fundi slitið 24 mínútur yfir 5. Takk fyrir góðan fund.